Já, hér eru komnar biskup Íslands og forseti, Guðrún Karls Helgadóttir og Halla Tómasdóttir. Verið velkomnar. Takk fyrir. Það gerði svo tíðindi í sumar að við fengum nýjan forseta og við fengum nýjan biskup og bæði konur. Svona merkilegt. En það sem að mér langaði að ræða við ykkur núna, því að þið hafi bæði verið að eins og kallað að adressa, það svona einhver tilfinning í samfélaginu að það hafa komið hörmunga tíðindi og það gerist náttúrulega oft. En það sem að mér finnst merkilegt núna að það eins og sé einhver tilfinning í samfélaginu að við eigum að taka þessa viðburði til umræðu. Og það ekki endilega bara út af viðbröðum sjálfum, heldur það eins og að sé einhver tilfinning í samfélaginu að við séum einhvers staðar höfum farið af braut. Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að fólk svona tilbúið að ræða samfélagið okkar, erum við á réttri braut og annað slíkt. Og mér langar bara að byrja að spyrja ykkur af því, það svo að kannski sé samfélagið okkar komið eitthvað út af braut? Já, ég get svona byrjað, takk fyrir að bjóða okkur hérna saman og það einstakur heiður að vera hérna með Guðrúnu og það gaman að við skildum báðar fá tækifæri til að koma inn í þessi nýju hlutverk á sama tíma. Ég held að áherslur okkar séu heilmikið líkar og komumst kannski að því í dag. En eins og við höfum rætt áður, Gunnar Smári, að þá held ég að við séum búin að vera með vísbendingar það í nokkur langan tíma okkur líði ekki vel. Að það séu við erum búin að sjá gögnin og það búið að gera margar skýrslur en vísbendingarnar sem við erum búin að sjá núna undanfarnar vikur og misseri eru bara þyngri en tárum tekur. Þetta bara sorglegt að við séum komin einhvern veginn á þann stað þar sem við vitum öll að þetta ekki samfélagið sem við viljum búa í. Þetta það ekki. Það vill enginn búa í samfélagi þar sem að börn valda dauða annara barna, þar sem að börn lenda í hrottalegu ofbeldi, þar sem svo mörg upplifa sig utangátta. Þannig að ég held að það sé bara verið að vekja okkur með afskaplega harkalegum hætti og ég finn að samfélagið þyrstir í samtal samfélagsgerðina og við rættum þetta nú í vor og höfum rætt þetta áður. Þannig að það sem ég sé sem kannski silfurþræðina í miklum skýjum sem að mér finnst vera yfir samfélaginu núna og í hjörtum okkar allra að við erum að byrja að tala saman af einlægni þá staðreynd að það hefur orðið tengslarof á tímum þessara sítengingar sem að hefur mjög alvarlegar og ljótar birtingamyndir. Guðrún. Já, takk fyrir að bjóða okkur og gaman að vera hérna með þér, Halla. Og ég svo ánægð með að forseti skuli einmitt taka upp þessi mál vegna þess að þetta svo stórt að við þurfum öll að taka höndum saman held ég. Og ég held að sé alveg rétt hjá þér með þessa tilfinningu. Því að ég fundið hana mjög sterkt undanfarið og ekkert bara í kirkjunni heldur bara í samfélaginu og það sem ég held að sé að gerast núna þegar við erum farin að tala þetta líka að fólk að rísa upp vegna þess að í grunninn fólkið í samfélaginu okkar gott fólk sem að vill gott samfélag og ég sá til dæmis bara í gærkvöldi þá var stór foreldrafundur þarna 3 hverfa í Reykjavík, þar sem að börnin voru með á fundinum og foreldrarnir, þar sem að fólk virkilega vill gera eitthvað í þessum málum og breyta. Og það vakti athygli mína ummæli einnar stúlku þarna, unglingur sem var að tjá sig þessi mál og hún sagði ég held að unglingar séu orðnir leiðir á leiðilegri fræðslu. Við nennum ekki að hlusta á leiðilega fræðslu, við viljum vera með í samtalinu, vegna þess að við höfum heilmikið fram að færa. Og þessna held ég að skipti svolítið máli, ég veit að forsetinn hefur verið að leita ráða hjá ungu fólki. Ég að skipa núna ungumennaráð sem að ég ætla að leita ráða hjá, bara sérstakann ráðgjafa hóp minn. Og ég held að sé svo mikilvægt að við hlustum á unglingana og eins og ég held að þau séu sjálf búin að fá nóg af þessu rofi sem ég held að hafi orðið með tilkomu meðal annars samfélagsmiðla. En þegar það tala rof, eigið þið þá við svona rof á bara hversdagslegum, enganlegum vettvangi, svona bara minni samskipti á milli fólks og ekki bara innan nánustu, heldur bara kannski enn frekar minni tengsl við svona tilvílunarkennd samskipti við ókunnuga með svona ákveðni fjarlægð bara í samfélaginu
og alveg upp í hérna, svo ég vitna nú í forveraðin gjá á milli þings og þjóðar sem að maður heyri líka í samfélaginu þessi svona tilfinning fyrir því að stjórnvöld séu ekki að þjóna almannahagsmunum. Er tengslan á milli eða eru þið fyrst og fremst að svona adressa það sem er svona einkanlegt og óformlegt samfélag sem er að veikjast? Ég get kannski byrjað hér og ég vissum að Guðrún getur bætt einhverju enn betra við, en það sem ég hef lært okkur mannfólkið í ólíkum störfum sem ég hef tekist á við er að það eru svona tengsl sem skipta okkur sköpum. Það eru tengslin við okkur sjálf, vitum við hver við erum við tengslin við mennskun okkar, vitum við fyrir hvað við stöndum og hvað við erum ekki tilbúin til að gera og svo framvegis. Það eru tengsl við aðra, þessi félagslegu tengsl, þau eru okkur lífsnauðsynleg. Þau eru ekki bara bónus, þau eru lífsnauðsynleg. Og það er tengslin við einhver tilgang. Eitthvað sem er stærra heldur en þessi svona daglegu atburðir sem að kannski við getum gleymt okkur í, veraldlegt kapplaup eða eitthvað annað. Tengslin við eitthvað tilgang, að við höfum að líf okkar sé eitthvað virði, að við séum að sinna eitthvað meiningu, að við höfum eitthvað tilgang í samfélaginu og í okkar eigin lífi. Og svo tengsl við eitthvað æðra, eitthvað sem er stærra og við erum í þjónustu fyrir, og ég held að þessi tengsl, þegar þau rofna hjá okkur sem einstaklingar, þá rofna þau líka á öllum sviðum samfélagsins. Að þetta er grunnurinn, þannig að ef við viljum laga tengsl milli þings og þjóðar, tengsl milli fólks í samfélaginu, tengsl við eitthvað stærri tilgang eða annað, þá verðum við að byrja á okkur sjálfum, og þess vegna í kjölfara af þessu samtali sem að Guðrún vísaði áðan, þar sem við fengum að megninu til ungt fólk á Bessastæði fyrir nokkrum vikum síðan, en líka fulltrúa sem að vinna að málefnum ungs fólks og rættum þessa sorgaratburði og hvernig væri hægt að gera kærleikan að eina vopninu í okkar samfélagi, og ákvaðum að gera strittarar kærleikans. Það sem gerðist í þeim tengslum sem við mynduðum þá, án síma, sátum í hring, töluðum saman, hlustuðum á hvort annað og fengust bara við þessa einu stóru spurningu, hvernig við gerum kærleikana eina vopninu í okkar samfélagi, að þá lærðu allir svo mikið. Eldra fólki lærði af yngri, við reynum ótrúlega hluti, yngra fólki lærði af eldri, öll lærðu við af sjónarhorni hvers annars, en þetta samtal, það hefur bara ekki verið, það er ekki þessi matartími sem alltaf var, það er ekki þessi útileikir sem alltaf voru. Krakkar tala orðið ótrúlega mikið saman bara í gegnum skjáin og jafnvel við foreldra sína. Bara hvort það ekki við aðra kynslóðir. Já, þannig að þetta kynslóða samtal, þetta kynslóða samstarf sem að ég hef lengi verið að kalla eftir og tel vera stóran lykil að því að við getum svona uppfært samfélagið í betri átt, það byrjar heima á okkur sjálfum. Þessun eru við sem að köllum okkur núna riddara kærleikans og bjóðum öllum að vera með í að tala bara fyrst einfalda hluti, eins og að horfast í augu við hvort annað, líka þegar við erum út á götu, eins og að taka utan hvort annað, líka þegar við þekkjum ekki fólk en sjáum að það þarf á faðmlagi að halda. Eða taka utan hvort annað og þora að tala hluti sem við kannski höfum bara látið vera þarna en vitað af í eitthvað tíma. Heilsa nágrunum sínum og strætóbílstjórunum og fólkinu út í bakari og þar undir götunum. Þakka fólkinu sem þjónustar okkur og allt þetta. En Guðrún, hallar að tala svona samskipti okkar við sjálf okkur, sem nú eiginlega á þínum vett okkur kirkjurnar svolítið. Getur það verið að okkur eru við í vanda með það núna allt í nútímanum? Mannskepnan hefur alltaf verið eins. Já, en tæknin hefur breyst, samskiptin hafa breyst. Og reynir þá að samskipta okkar við okkur sjálf? Já. Og sjálfsmynd okkar? Já, vegna okkar í samfélaginu? Ég held að hluti af því að vaksa sem manneskja og þroskast einmitt að vera í tengslum við annað fólk og við eitthvað sem gefur okkur æðri tilgang, og ég held að þarna þetta er líka eitt grundvallaratriði, þetta með tengslin við eitthvað æðra. Það eru til dæmis, ég veit ekki hvort ég hef heyrt þarna, þetta er ekki Blue Line, byggðirnar í heiminum þar sem að fólk Blue Zones, þar sem fólk lifir lengur en annars staðar. Og hamingjusamar. Er hamingjusamra og fær lengra og svona innihaldsríkara líf og þar koma til alls kyns hlutir. En meðal annars það að fólk upplifir að það hafi einhver tilgang, og sá tilgangur getur ekki bara verið á Messenger eða einhverju þess áttar.
og ég þekki þetta alveg sjálf. Það miklu þægilega að bara senda skilaboð, það þurfi ekki að vera eyða tíma í að tala saman, það tekur svo langan tíma. En ég held samt að þetta með æðri tengslin við eitthvað æðra og að upplifa að við höfum eitthvað tilgang sem æðri en bara þetta hér sem við sjáum og getum snert og fundið skiptimáli. Og ég ætla að halda því fram að það hafi verið ákveðið mistök í okkar samfélagi að útrýma trúarbrögðum úr almannarýminu. Ég held að það hafi verið mistök vegna þess að ég held að það hafi verið mun skynsamlegra að bjóða öllum inn í almannarýmið í staðin fyrir að ætla að ýta öllu út vegna þess að þegar þú ýtir trúarbrögðunum út og ætlar að setja hlutleysið inn, hlutleysið nefnilega líka afstaða og hægt að sjá líka sem nokkurs konar trúarbrögð. Þannig að ég held að við verðum að opna okkur aftur og það sem hefur gerst til dæmis eins og í skólunum, það sem að kirkjan var alveg tekin út og sumuleyti átti alveg rétt á sér að auðvitað á ekki að boða trú í skólum og ég tek fyllilega undir það. En það samt þannig í dag að þegar eitthvað alvarlegt gerist, þá haft samband við kirkjun og það haft samband við presta vegna þess að það við höfum mörg hundruð ára reynslu af því að einmitt eiga við þessi erfiðu mál. Og núna, þegar öll þessi erfiðu mál sem átt sér stað undanfarið, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu, Austurlandi, Grindavík algjörlega og það til dæmis bara 7 manndráp á Íslandi á þessu ári. Allstaðar á bakvið þetta fólk úr kirkjunni að störfum. Og mitt hlutverk svona að vera þar á bakvið og styðja mitt fólk sem að að vinna í þessu. En tilgangur. Ég geti fundið tilgang með mínu lífi og þið með ykkar og svona. En þurfum við ekki líka að hafa eitthvað svona tilgang með samfélaginu okkar? Að ef við búum í þessu samfélagi að það þarf að vera eitthvað svona samstaða að það sé á einhverju tiltekinni leið, að það sé, þú veist, hvaða kröfur við getum gert það. Óttist þið það að sú samstaða einhvern sameiginlegan tilgang í samfélaginu okkar, að hún sé að rakna upp? Já, ég held að það sem að ég myndi segja þetta og ég veit að ég ætla að nota orð sem að ég kannski sumum finnst full ofnotað en mér finnst skipta máli að við tínumst, við villumst að leið þegar við höfum engan áttavita. Ef við finnum til sjós eða til fjalls í göngu og höfum engan áttavita þá allavega ef gangan erfið og við erum að upplifa erfiða tíma núna að þá villist við að leið og þannig að hvort sem það kemur í gegnum trúarbrögð eða aðrar leiðir þá ég þeirra skoðunar að bæði samfélaginu í heild sinni og okkur sem einstaklingum bara skorti þennan áttavita í dag. Ég held reyndar að við höfum gert heiðarlega tilraun til að byrja búan til sem þjóð með slembiúrtaki á þjóðfundi 2009 en svo líða bara öll þessi ár, allur þessi tími og á þeim tíma, í rauninni 2010 byrjar samfélagsmiðla byltingin þar sem að síminn verður inngróin í hönd hvers einstaklings og augun okkar oftar á þeim heldur en í augunum á hverju öðru og allt þetta að gerast akkurat frá því að það gerist og heil kynslóð komin til áhrifa í samfélaginu og önnur kynslóð að verða til og svo framvegis á þessum tíma að þá höfum við einhvern veginn farið frá því að tengja, að virkja allar þessar mikilvægu tengingar við tilganginn og við hvort annað og við okkur sjálf og við eitthvað æðra og orðið bara svo sítengt að ungt fólk 9 klukkutíma á dag á skjá, þar af 5 á samfélagsmiðlum, fá 240 tilkynningar á dag. Við erum að tala held ég, framheilaskaða hjá börnum og ég held að það sé ekki orðum ofaukið að samfélagsmiðlar séu orðnir og muni verða eftir á tóbak nútímans og það þurfi átak til þess að taka þetta fíkniefni að einhverju leyti úr umferð og breyta þessu munstri og þessum tæknum til að styðja við mannlegt líf og manngildi og samskipti sem eru heilbrigð og uppbyggileg og draga úr þeim staðreyndum að það bil 9 á hverjum 10 fréttum sem að við eða færslum sem við lesum á helstu samfélagsmiðlum eru bara að birtast ákveðnum hóp og eru kannski hatur, ofbeldi eða lygi eða rangar upplýsingar. Og þegar þú ert farin að búa í einhverjum bergmálshelli þar sem bara eitt af því sem þú sérð uppbyggilegt
en restin einhvern veginn að sýna þér ofbeldi eða sýna þér hatur og ljótleika eða sýna þér rangar upplýsingar sem að bara æsa þau upp tilfinningarlega en eru bara kannski ein hlið á máli eða bara illa ígrunda mál, bara fyrirsagnir í fjölmiðlum endurspegla síðan þennan veruleika að þá ertu bara að búa til samfélag þar sem hver og einn býr í súrheysturni og bergmálshelli og þetta held ég Gunnar Smári að sé ofboðslega mikilrót en ekki það eina en ef við ætlum að reyna að búa okkur til þennan sameiginlega áttavita, þá þurfum við einhvern veginn að stíga út úr þessum bergmálsvellum eða byggja brýr á milli þeirra vegna þess að við erum ekki að hlusta og foreldrar viti ekki einu sinni hvað í bergmálshelli barna þeirra. Þau hafa ekki hugmynd það. Við sjáum þetta í þessum samtölum sem að við erum að taka. Þau hafa bara ekki hugmynd það. Og börnin að segja okkur þetta. Maður velti fyrir sér, hérna vandinn tæknin eða vandinn að þessi tækni kom inn í samfélag sem að tæknin magnar upp annmarka samfélagsins og það sem að tengslarófin voru byrjuð og kannski það hlýtur að vera bæði sko, en þá veit maður aldrei sko, hvernig á maður að bregðast við á maður að berjast gegn tækninni eða reyna að berjast gegn því þeim meinum sem valda því að tæknin hefur þessar afleiðingar. En það er líka annað í þessu sko, ungt fólk til dæmis er mjög útsett fyrir kvíða og ég man eftir því þegar ég var alast upp og þú líka, við erum nú svipuðum aldrei að þá var það til aldar upp í Kópavoginum svo við lyftum og Kópavoginum en það var sko vestur og austur en þá var það kjarnorkuógnin og ég man eftir því að hafa setið með vinkonunum þar sem við fórum í gegnum símaskrána og æfðum okkur hvað við áttum að gera ef það kemur kjarnorkusprengja hér eða jarðskjálfti eða eitthvað þess að þar og í dag lifum við á tímum þar sem að sko þannig að stríða allt í kringum okkur sem að færast nær sem að börnin eru mjög meðvituð eða unga fólkið og síðan náttúrulega mjög erfiðir atburðir hér á landi líka og ég meina til dæmis það sem að gerast í Grindavík þar sem að flytja heilt bæjarfélagi í burtu og krakkarnir hafa svo greiðan aðgangað upplýsingum þetta allt saman, hann stöðugt í andlitun á þeim og þar kemur kannski líka vandinn að meirhlutan af þessum upplýsingum ekkert endilega réttar. Fólk að fá það svo mikil óreiða í þessu öllu saman og fólk ekki að fá réttar upplýsingar. Foreldrarnir eru kannski ekki meðvituð hvað það sem þau eru að sjá. Því það líka annað sem að veldur mjög miklum kvíða hjá ungu fólk í dag og það loftslagskvíði og það raunverulegur alvarlegur kvíði. Þar sem að sko ungt fólk til dæmis veigra sér við að eignast börn, ekki eingöngu vegna þess að það hafi áhyggjur af því hvers konar heimi börnin þeirra munu lifa í, heldur vegna þess að þau vil ekki bæta á umhverfis ógnin í heiminum með því að bæta við heilli mannsku. Og þetta alvöru kvíði en þess vegna svo mikilvægt held ég sko ekki bara við séum einmitt alltaf í símanum eða í á þessum miðlum heldur hvað upplýsingar að koma hvað eru börnin okkar að sjá við þurfum að fylgjast með þessu og reyna einhvern veginn að koma með eitthvað heilbrigt og gott og jákvætt inn í þetta líka. Kannski hæfni samfélagsins að taka á móti áskorunum og það í sjálfum sér ekkert að því að við séum með erfið og mikilvæg áríðandi mál framundan þau eru það ástæða fyrir vegum að vera að taka á þeim að þau eru áríðandi og mikilvæg og það í sjálfu sér bara jákvætt en það náttúrulega hryllilegt ef að niðurstaðan svo að megi ekki bæta við barnin í heiminn því að líklega helsta lausnin á þessum vanda lítið barn eða ekki svo ég vitni Já, nákvæmlega það náttúrulega og það ég velta fyrir mér skort að samfélagi sé bara svona getan og maður heyri það líka svona samtalið sé að rofna og það sé með polarisering og þeir kannast við þetta það sé erfiðar að eiga bara eitthvað debatt og að fólk sé að tala saman og þá náttúrulega að hverfa sko geta samfélagsins til þess að taka á við vandamálum þar sem að vandi sem að ætti bara að vera gleðilegt úrlausnarefni. Við getum ekki óskað eftir að lifa í heimi án vandamála. Nei, og í rauninni það að takast á við áskoranir svo eitthvað sem gefur lífinu gildi ef við getum gert það saman og uppbyggilegan máta og ég hef til dæmis lært það á eigin lífi að
það sem gefur mér helst von þegar ég að vinna með öðrum að því að bæta heiminn. Það gefur mér tilgang, það gefur mér von, það gefur mér kraft og orku og hefur breytt lífi mínu að ákveða að reyna að setja líf mitt í þann farveg. En mér langar bara til að vísa hans í staðreyndir að því að ég held þetta sé góð spurning hjá þér. Þetta voru við vanda fyrr og kom fíkniefnið sem heitir snjallsími og samfélagsmiðlar og ýkti þann vanda eða byggum hann til með því. Ég held að það verði alltaf svari verði að vera bæði, en við vitum af rannsóknum sem hafa verið gerð í löndum allt í kring og langt í burtu frá okkur, að sérstaklega með unga fólkið okkar, 13 til 16 ára aldurinn, þar sem að bara mjög mikilvæg svona inngildinga eiga sér staði hvað þér finnst sjálfan þig og þú ert að finna svona þín félagslegu tengsl og þau skipta þig mestu máli akkurat á þessum árum, að þá eru þau að við erum að sjá tvöföldun í kvíða, tvöföldun í þunglindi og svona aukningu á bara erfiðri andlegri hegðun á sama tíma og þetta gerist. Þannig að við vitum að þetta allavega einhver ýking, við vitum það. En við vitum líka að stærsti hluti krakkana okkar í góðum málum, eru betur upplýst heldur en við höfum tækifæri á að vera og langar til að láta til sín taka. Þess vegna fóru krakkar í loftslagsverkföll, þess vegna eru krakkar að tala að berjast fyrir friði, þess vegna eru krakkar að segja, og þau eru ekki kannski orðin eins dofin eins og kannski við of mörg erum, gagnvart því að sjá börn sem saklaus fórnarlömb í stríði, eða gagnvart því að sjá einhvern ójöfnuð sem ósjálfbær, eða gagnvart því að sjá alla þessa veðuratburði sem eru byrjaðar að hafa áhrif á okkur og þau vilja að við tökum ábyrgð á. Þannig að ég get ekki tekið nógu sterkt undir mikilvægi þess að unga fólki fái ekki bara að hlusta á okkur, fái ekki bara sæti við borðið, heldur fái bæði ábyrgð og valdefling og stuðning frá okkur sem eldri erum í að gera eitthvað í þessu. Því að fyrirkvíðin vex svo mikið þegar að þú sérð vandan en færð ekki að gera neitt í honum. Þá verður til eitthvað sem ég kalla fyrirkvíða. Við vitum ekkit alveg í sálfræðinni hvernig við höfum að takast á við það að vera komin með kynslóð, kannski í fyrsta sinn, sem segir mín býður ekki betri heimur út af þessum hlutum sem í gangi, út af stríðsók sem orðin mjög raunveruleg og mjög vaxandi, út af loftslagsbreytingum, út af því að ég veit ekki hvernig ég á að finna þak yfir höfuðið eða treysta því að ég geti komið með barnið inn í þannan heim, eða út af því að allt sem ég sé á samfélagsmiðlum eða fjölmiðlum að verða ljótt. Þannig að ég þarf einhvern veginn að deyfa mig með fíkniefnum eða ég þarf að deyfa mig með einhverju skel. Þetta, þannig að ég ætla bara algjörlega að taka undir með þér að við vorum með kerfi sem að studdi ekki við mennskuna og studdi ekki við það sem við þurfum á að halda sem mannlegt samfélag áður en þetta gerðist. En þetta hefur ýkt rosalega og verið eins og fíkniefni til viðbótar við það sem við venjulega köllum fíkniefni, þessi þróun. Eitt sem hefur verið bent á í þróunin að stjórnmálin snúist meira svona tæknilegar úrlausnir og ég meina að stjórnmálumenn sjálfur hvart yfir því að sé ekki stjórnmálaumræða innan stjórnmálana og við bara sjáum það í könnunum að það minnkandi traust á stjórnmálunum, minnkandi traust á Alþingi og borgarstjórn og við erum núna með ríkisstjórn sem nýtir lítið traust og þarlegandi þá stjórnmálavettvangur kannski ekki vettvangur og veikari fjölmiðla og bara þar sem stjórnmálaumræðan fer fram. Þannig að við erum kannski með veikari vettvang þar til þess að fást þessar spurningar sem hér eru uppi. Og þá vil svo vel til að við erum bæði með embætti biskups og forseta til þess að er það þannig að út af þessari stöðu, út af svona þessari tilfinningu sem við erum að ræða hér veikingu samfélagsins, að ekki embætti ykkar bara svolítið áreiðandi þessa dagana og missurum? Jú, og ég held að það sé mikil ábyrgð á okkur sem að gegnum þessum embættum einmitt núna að nýta einmitt þetta vegna þess að við þurfum ekki að vera í sama þrasi og stjórnmálin og í stjórnmálunum ekki verið að ræða, það ekki verið að ræða gildin beinlínis þó svo að auðvitað sé það held ég að bakvið hjá hverju einustu mannesku sem fer í stjórnmál að vilja gera heiminn betri en svo vitum við alveg hvernig það verður að við förum, svo bara að fara að tala tæknileg atriði eðlilega og þess vegna svo ábyrgð myndi ég segja á okkur, einmitt forseta, biskup og fleirum að lyfta þessum málum upp á svolítið svona annað plan en
á sama tíma þá held ég að við þurfum ekki alltaf að gera alla hluti eins og við höfum alltaf gert á. Og ég held að fólk sem í stjórnmálum geti líka alveg reynt að breyta þessu og farið að kannski ræða meira þessi gildi almennt. En svo það líka kannski okkar svolítið að búa til svona rými fyrir þetta og nú forseti Íslands að gera það með riddara kærleikans og ég tek fullan þátt í því og svo sannarlega riddari kærleikans. En það þetta það sem við erum að gera í kirkjunni alltaf. Það nákvæmlega að ræða þessi gildi og þessar hluti. Og þess vegna finnst mér líka sérstaklega sárt að sjá hvernig þessi hlutir hafa smám saman farið út á jaðarinn í samfélaginu okkar. Það sem við megum aldrei ræða trú eða það sem að oft það sem að gefur svo mörgum einhvern veginn innihald í lífinu. Og í mínum huga þarf það ekki endilega alltaf að vera það að ræða kristna trú. Heldur bara hvað það sem að gefur mínu lífi gildi. Því að það líka svo auðvelt að nýta alla þessa tækni í dag og þessa ofbóðslega þetta flæði upplýsinga sem við getum nýtt okkur og komið til fólks með svo auðveldum hætti í dag til þess að skapa ótta. Og það náttúrulega það sem að gerast þegar þessi polarisering verður, að það náttúrulega ákveðin öfl í samfélaginu sem að þrífast á þessu og geta komið kannski ákveðin hlutum áfram ef þeim tekst að skipta okkur nógu mikið í lið og fá okkur til að vera að beina athyglinni að einhverju öðru en við kannski ættum að vera beina athyglinni til þess að eignast gott samfélag. Áttu það við að einhver svona andlegur þáttur sé svona móteitur við óttanum? Ég held það svo sannarlega og vegna þess að í þessum andlega þætti það felst í því líka að virkja það sem að þú varst einmitt að tala áðan tengslin við okkur sjálf og tengslin við náungan. Ekki bara ótti elur af sér ótta en kærleikur elur líka af sér kærleika. Þetta smitandi orka, þetta allt spurningum hver við erum að velja að vera og ég held að við sem samfélag stöndum frammi fyrir því og það þýðir ekki að það sé ekki mikilvæga lausnir í kerfinu sem stjórnmálafólkið okkar með á sínu borði og þarf að sinna og ég reyni eftir fremsta megni að styrkja þau og styðja í því sem ég trúi eins og Guðrún að sé þeirra tilgangur að reyna að gera gagn og láta gott af sér leiða en ég tek eftir því í stjórnmálunum eins og í samfélaginu að þar súrheysturnarnir sannarlega líka til staðar og ég held að það væri áhugaverð spurning fyrir okkar ágæta stjórnmálafólk að velta fyrir sér hvar og hvenar eigum við samtal þessa stóru mynd andrúmsloftið í samfélaginu, andrúmsloftið á þinginu, stóru myndin hvert við stefnum á samfélagsgerðina. Það einhvern veginn ekki eins og við sjáum það allavega mikið fyrir opnum tjöldum. En ég veit þó að allavega þegar ég hefur að hitta formenn stjórnmálaflokka og ráðherra landsins og ég í virku samtali við þá til að ég skilji og viti og reyna að styðja við að við séum að taka á þessum stóru málum sem skipta okkur öll máli að það alveg viljið til þess en það næstu því eins og kerfiskúltúrin sem orðin til sé þannig að við kunnum ekki að lyfta okkur upp úr dægurþrasinu í mennskuna í langtíman og þess vegna hef ég verið að taka upp form á Bessastöðum þegar fólk kemur til mín og sem að ég kalla meira þá samtalsform frekar en að ég sé með einhverja eintölu þegar fólk kemur á staðinn að reyna að búa til ég að reyna að taka minni hópa frekar en að fylla Bessastöðafólki nógu fáa til þess að við getum setið í borðstofunni í ring tala saman, hort í augun á hvert öðru engir símar með og átt samtal og mér langar að vísa bara sérstaklega eitt að þegar mér þótti þetta ótrúlega merkilegt samtal fyrir utan þetta samtal þegar riddara kærleikans urðu til þvert á kynslóður og hóp í samfélaginu það var svo fallegt. Ég hitti kynslóð sem fæddist árið 1944 frá Skagafólk sem kom í bæinn að halda upp 80 ára afmæli sitt og 80 ára afmæli lýðveldisins og við sátum í svona ring, þetta var fyrstu hópunum sem ég sat í svona ring með og við ræddum þá staðreynd að æskan okkar virðist vera í vanda og samfélagið okkar þar af leiðandi líka en voru sérstaklega að tala æskuna og ég spurði þau, hvað úr ykkar æsku myndu þið vilja gefa æsku landsins í dag og það fæddist eitthvað það fallegasta samtal sem ég átti í langan tíma en þetta var samt svo einfalt fyrsta orðið var nánd sem kom eiginlega hjá öllum, nánd það var fyrsta orðið, en annað orðið við kærleik eða tengsl annað orðið var frelsi innan ramma
þar að segja að það voru reglur og kannski eru það svolítið týndar, en það var frelsi innan þess ramma. Útileikur, engin skjár, ekkert sjónvarp í júlí og ekkert sjónvarp á 50 dögum og allt það, kynslóðir meira saman og samfélag sem tekur utanum þá sem að verða eftir í samfélaginu, það vissu allir í samfélaginu hver það var sem þurfti að taka utanum, sem fekk ekki nóg að borða eða það sem enginn var heima. Þannig að þetta voru svona einfaldur og mannlegir þættir og ég finn bæði frá þessum foreldrafundi sem Guðrún vísaði í gær og öllum þessum samtölum sem við erum að eiga að það er hungur eftir þessu. Unga fólkið hefur komið mér mjög óvart þegar þau segja að við getum kannski ekki bannað samfélagsmiðla en við höldum að það þurfi að takmarka þá því að þeir eru bara fíkniefni og við viljum tala meira við fullorðna og við viljum að fullorðna fólki setja staðar fyrir okkur og við viljum fá að ræða tilfinningar og unga fólki okkar hefur sagt svo fallega hluti sem hafa hreyft bara við fullorðna fólkinu sem er í þessum samtölum sem við erum að eiga og ég held að bara þessi einfalda aðgerð að byrja á þessu samtali hvar sem við erum, á vinnustöðum, í skólunum, í kirkjunni, í vinahópunum, í fjölskyldunum sé ótrúlega heilandi og mikilvægt fyrir okkur en það er ekki nóg til að taka utan fjölmarga sem að þurfa á samfélagslegum, kerfislegum lausnum að halda núna. Að læra íslensku, við að fá inngildingu í samfélagið, við að fá hjálp við fíkniefnasjúkdómum eða öll þessi mál. Þau eru orðin miklu fleiri á mjög stuttum tíma heldur en nokkru sinni áður í okkar samtíma sögu. En ég hef tekið eftir einu, undanfarið. Fólk vill tala tilfinningar allt í einu, opinberlega. Þetta er nýtt. Og þarna getum við lært af unga fólkinu. Já, og þetta ákall sem hefur komið undanfarið eftir hörmulega atburði núna í lok sumars og haust hafa leitt til þess að það er svo lítið gott að vaksa upp úr þessu því miður þá þarf oft eitthvað hryllilegt að gerast til þess að við áttum okkur. En það er þó allavega gott að við nýtum það til þess. Og það er þessi hringsamtöl, þau eru svo mikilvæg. Það er þetta með að horfast í augu og það er það sem við lærum til dæmis í sálgæslunni. Að oft er allt það sem að manneskjan þarf, það er virkilega að finna hér inn í þér að það er einhver sem sér þig. Það er einhver sem tekur eftir þér, það er einhver sem hlustar á þig og þú ert marktæk. Og þá skiptir raun og veru einmitt engu máli hvort þú ert ung eða hvort þú ert gömul. Vegna þess að okkur þyrstir öll eftir þessu. Og þess vegna er svo mikilvægt held ég að reyna að skapa minni samtöl í samfélaginu og að fólk upplifi að þú skiptir máli. Því ég held að það eitt af versta sem manneski upplifir er að missa tilgangin. Missa vonina. Já, að kærleikan og maður er bara ræktan, vera í ræktinni og stunda kærleika í öllum samskiptum við fólk. En við búum líka í samfélagi sem á sig svona formulega stofnanir og það eru kröfur í samfélaginu að stofnanir okkar sýni kærleika. Útlendingastofnun sýni kærleika eða bara tryggingastofnun eða bara allar stofnanir okkar sýni kærleika sem við byggðum upp á kærleika. Það er líka markmiðið ekki. Þeir eru ekki bara að segja mér að flokka sorpið og svo eigum við að láta stóru stofnunina halda áfram að menga. Það lítur að vera markmið okkar að við byggjum upp réttlátt samfélag, allavega mennst samfélag út frá sjónarhóli þeirra sem að búa hérna, þeirra sem eru fæddir 44 og ég vissum að fólki sem að fæddist 54, 64, 74, 84, 94 og 2004 munir vera saman að þessu. Ég er algjörlega og það er eitt af því að þú nefndi tilgangin og í þessu sjónarmiði með stofnanir og hvar við stofnanir okkar hafa kannski brugðist. Það eru margir hópar í samfélaginu sem við getum held ég bent á en eitt sem að ég hef sannarlega verið að heyra í þessum ringsamtölum okkar er með strákan okkar, með drengin okkar að það hefði orðið jafnvel meira rof hjá mörgum þeirra við þennan að þeir séu eitthvað virði, að það sé tilgangur fyrir þá og það svona hafi kannski ýtt undir að þeir reyna að leita að einhverjum stað til að tilheyra og annað og þetta birtist með ýmsum hætti og ég veit að þetta getur verið viðkvæmt að ræða því ég er alls ekki að reyna hérna að segja að strákar séu eitthvað vandamál, ég held frekar að við sem samfélag séum eitthvað vandamál sem höfum aðeins gleymt að taka utan um þá og að því við erum að tala
áður við förum í stofnanirnar, eitt af mörgu sem ég þykir vænt í þessu embætti sem að ég gegni núna, að ég þarf bara að vera út á götu eða í morgun á ungmennahátíði RIF, þar sem að ungu krakkarnir eru, og þá koma stelpur til mín sem strákar og biðja faðmlag. Má ég fá knús? Þetta algengasta spurningin sem ég fæ, og svo auðvitað kemur má ég fá selfie. En það byrjar á knúsi og það eitthvað svona nýtt og eitthvað hlýja í því. Og það sem við lærðum í þessu fyrsta samtali Ritara kærleikans, sem við erum núna að fara inn í á forvarnadaginn inn í grunnskóla og menntaskóla, að endurtaka og vonumst til að fá allt skólasamfélagið með okkur og allar kirkjurnar með okkur og allar vinnustæðina með okkur, að þetta bara hreyfing sem allir geta verið með í, að það sem sko, þetta byrja stundum bara á svo einföldum hlut, það bara eitthvað sem sér mig, það eitthvað sem tekur utanum mig, og ég held að við þurfum svolítið að taka utanum og hjálpa stofnunum okkar að taka utanum þá hópa sem enginn að taka utanum núna, en við getum ekki bara bent á stofnanir sem svolítið lenskan oft í samfélaginu, við viljum bent út gluggann frekar en að segja hvað get ég gert. Samhliða því að við biðjum stofnanir okkar að bæta sig, auka við pláss, auka við getu, minnka biðlista, setja meiri fjármuni í forvarnir og að taka við þeim sem að fara út af brautin og þurfa að fá að komast aftur inn í samfélag, þarf að taka utanum, að þá þurfum við að taka utanum alla þá sem í lagi eða sá hópur mun stækka. Og það svolítið markmið Ritara kærleikans að bara við séum með fólk sem að ekkert venjulega kannski að tjá sig. Og ég ætla að leyfa mér að umorða það sem einn ungur menntaskólanemandi sagði við eldri karla á fundi, að því ég fór að vísa í strákana hjá okkur á Bessastöðum. Hann sagði, okkur sárvandar, ég held að hann sé 19 ára, eða kannski að verða 20, okkur sárvandar karlfyrirmyndir sem tala tilfinningar og gera það í lagi. Og gefa okkur sem yngri eru heimild til þess að mýkt sé val en ekki bara harka. Og það hluta svarinu við því að við ætlum ekki að velja ofbeldi heldur kærleika í okkar samfélagi. Og þannig að það ekkert okkar, held ég, stofnanir sem einstaklingar, konur sem karlar sem hvar sem við erum í samfélaginu, þá held ég að við höfum hlutverk ef við ætlum í rauninni að breyta menningunni í samfélaginu. Ég veit að þið eru fyrirgefðu. Ég veit að þið eru upptekna sko, en ég að reyna að halda mig innan tímamarka. Það eitt sem langar til að spyrja skiptir máli að biskup og forseti séu konur á sama tíma? Því Halla var svona að tala kynin áðan. Það skemmtilegt. Ég veit ekki alveg hvort það skiptir máli. Það skemmtilegt og það gott. Ég held að skiptir máli til dæmis að biskup, það verið valin kona á eftir konu. Ég held að það skiptir svolítið máli. Vegna þess að lenskan alltaf svolítið að nú erum við búin að prófa konu, förum aftur og veljum kall. Það er 100 næstu verða kalla líka. Þannig ég myndi eiginlega vilja segja að með því að velja konu aftur, þá erum við búin að mölva glertakið, sem var svona búið að brjóta aðeins upp úr. En ég verð að segja þetta sama með forsetaembætti að við skulum velja í öðru sinni. Og svona áberandi, ekki bara, þetta snýst ekki mig, það var 75% atkvæða sem fór til kvenna í kosningunum sem sýnir það að við allavega erum að lyfta þeim eiginleikum sem konur koma gjarna með að borðinu, en ég að kalla eftir að karlar kom ekki síður með að borðinu, sem eru áherslur myktarinnar, frekar en áherslur hörkunnar. Þá get ég endur til spurninguna, þeir eru komin í þann stað að það er bara sjálfsagt að kjósa konu sem biskup eða forseta. Hverju breytir það? Ég held að það sem skiptir kannski máli fyrir okkur að einmitt vera ekki númer 1, vegna þess að það alltaf svolítið erfitt að vera þessi númer 1 sem að þarf að gera alla hluti í fyrsta sinn og einhvern veginn að bundnari af mörgum hefðum og venjum. Við erum frjálsari, held ég, að því við erum númer 2, vegna þess að það búið að fara í gegnum þetta fyrsta, þannig við eigum sannarlega okkar forverum mikið að þakka. En ég held að það sem að gerist með tilkomu okkar beggja í þessu embætti að ég held við séum frjálsari til þess að gera hlutina öðruvísi og ég veit alveg að við erum báðar svolítið þannig, að við hugsum hlutina kannski aðeins öðruvísi en oft hefur verið gert. Þannig að, en svo líka voðalega gaman að vera 2 konur. Já, rosalega gaman og ég ætla bara að leyfa mér jafnvel að stíga einu skrefinu lengra og segja að ég held að skipti máli. Og ég finn allavega styrk af því að taka við á þessum sömu tímum og Guðrún gerir það og finn samhljóm í okkar skilaboðum og ég held að það sé kannski það sem að stundum kemur með kvenleiðtogum en sannarlega mörgum góðum karlleiðtogum líka
Það eru þessar sko áherslur á samstarf og samvinnu frekar en samkeppni. Það eru þessar áherslur á mennsku og mýkt frekar en sko hörku og átök. Það eru þessar áherslur sem að ég hef stundum kallað stærri skilgreining á árangri, að það get ekki bara verið eina markmið samfélags að hámarka hagnað eða hagvöxt til skamstíma fyrir bara einn hóp í samfélaginu sem heitir hluthafar, að í rauninni séum við öll hluthafar í íslensku samfélagi og að okkar æðstu óskir séu yfirleitt ekki þessar veraldlegu þegar að nóg komið af þeim. Þær eru veraldlegar þegar við erum fátæk, þegar við eigum ekki nóg, þegar við getum, þá þarf að hugsa þak yfir höfuðið, en þegar að við sem samfélag sem höfum sannlega allt til alls til þess að allir ætti að geta verið þar, að þá eru nú yfirleitt markmiðin í lífinu að vera góð manneskja, gera gagn, láta gott að sér leiða, eiga góð tengsl, að lifa hamingjusömu og innihaldsríku lífi, að halda í heilsuna og haldi heilsu samfélagsins og lýðræðisins. Og þetta allt einhvern veginn hvergi inn í skilgreiningu árangurs og ég held að við eigum og séum byrjaðar að tala fyrir því og munum hafa áhrif að við séum að það muni hafa áhrif að við komum inn á sama tíma og gerum það, en enginn, og þetta vita konur best, enginn gerir neitt merkilegt einn og heldur ekki tvær. Ef við ætlum að gera eitthvað merkilegt hérna á Íslandi núna, að þá þarf margt að koma til og margir að koma að borðum þvert á kynslóður og hópa samfélagsins og við getum vonandi búið til pláss fyrir það. Og ég held að þetta sé afar mikilvægt. Við gerum ekkert ein og ekki tvær og jafnvel líka gott að vera tengt einhverju enn aðra gildi. Herðu, Guðrún og Halla, kæri þakki fyrir að koma í heimsókn saman í fyrsta skipti held ég í viðtal í þennan minnsta fjölmiðil á Íslandi. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir að búa til rými og hafa borð þar sem við eigum alvöru samtal og þorum að fara á dýptina. Herðu, kæri þakkir. Takk fyrir. Takk. En ég sitt hérna áfram og ætla að ræða allt önnur mál. Við ætlum að ræða vinnumansal. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.